Stjarnan leikur í bláum búningum og ÍR-ingar í hvítu. Bæði lið klár að hefja leika og skemmtun kæru áhorfendur. Það Ægir Þór og Stjarnan sem hefur leik. Það frábær varnarleikur. Kast á endalínunni. Ægir er svo góður í þessu. Nær bara ekki fara í sniðskotið. Ekkert hvernig átt að snúa. Það verjast honum. Máttu ekki gleyma liðunum í kringu þig, en sjáu þið þetta hjá Saturday. Hann heldur betur búinn að vera vaxandi í liði Stjörnunnar til þess á tímabilinu. Mikið gagnrýndur hér í fyrsta leiknum sínum með liðinu. Klonaras. Enginn ekkert dæmt. Stjarnan þarna er stað. Ægir Þór. Janis gerir árás. Sjálfsögðu gerir hann árás og klárar þetta fanta vel. Falkó. Að vera heldur rólegur með við hans leik síðustu umferðum. Klárar þetta virkilega vel. Janis sér til varnar. Ægir. Þessi sending mjög erfið og Klonaras að stela boltanum. Klonaras fer að sjálfsögðu allar leið sjálfur. Nei, leita liðsfélaga. Þessi sending arfaslök út í hornið og Janis grípur inn í þetta. Orri Gunnarsson með smá stemningsþrýst hérna. Hilmar Smári. Tökur sóknarfrákastið en ÍR-ing og út af. Janis tekur boltann inn á Ægir Þór. Hilmar, frábært kerfi hjá ÍR. Hilmar kemur á hindrun, niður hindrun og kemur upp á vítalínuna, setur örugt skot niður. Tómas, Orri, Falkó. Sendingur mjög erfið og Hilmar stelur boltanum og getur þá keyrt aðeins á ÍR-inga. Seth Ledey undir körfunni með Tómas sér til varnar, setur hausinn undir sig og skref dæmt á hann. Bara varnarleikur hjá Tómasi sem lætur ekki henda sér svo auðveldlega fram og tilbaka. Tæp en Klonaras nær stjórn á boltanum. Falkó með Ægi sér til varnar. Klonaras og á Jotne. Klonaras stikkstöðskotið sem gengur ekki. Varnarleikur Stjörnunnar gefa lítil færi á sér. Hilmar hótaði fara í skotið, þá koma tveir varnarmenn á mótunum en brotið að Saturday sem fær 2 víti. Brotið á honum í fyrra skotinu sem var nær ekki að setja niður. Nautsterkur undir körfunni. Klikar og fyrra. Setur seinna. 7 stiga munur. Stjarnan að vanda. Áttu upp reyna að koma ÍR-ingum úr jafnvægi snemma. Ægir. Sagði hann lítið undir sínu pari en frábær. Hann ekki að skjóta eins mikið á hann vanur en þetta kemur Jotne frábærlega með annarri hendinni. Falkó var víst meiddur einhverju leyti fyrir áramót. Statinn aftur en hann með urmul af stóðsendingum og gerir gríðarlega mikið fyrir liðið í hvert skipti. Hér Hilmar Smári að senda niður 3 stiga körfu.
Stjörnulið komið með Hilmar Smára tilbaka ansi óvarennilegt. Skipta hindrunum og Hákon getur þá keyrt aðeins inn í miðjuna. Klonaras á vítalínuna og setur niður stökkskot. Klikkar algjörlega í vörninni hjá Íringum og Orri hleypir í gegnum stakkarskrínið. Notar það ekki, Íringar farnir að verjast hindrunni. Tjotni bakka Sölvi, það áhugaverð barátta. Tjotni setur það niður. Hefur þótt Tjotni frekar mjúkur, sérstaklega fyrir áramót. Svo eins og hann hafi frétt að það væri mögulega farið að láta hann fara. Það grjótharður oft eftir áramótin. Önnur hlið á honum þar. Villu Gjarn. Gasic að koma inn á Stjörnunni fyrir Hilmar. Mikið luxus vandamál hjá Balti eftir að Hilmar kom inn í þetta. Koma allir þessum mönnum fyrir einhvern veginn. Það bara komast inn í hlutina. Það er ekki þeirra lengra inn í úrslitakeppnina. Ég get fullyrt það. Árás fær Tjotni boltann á þryggjastillingu. Hann góð skytta, en þetta gengur ekki. Góð kannski mikið í lagt. Fín skytta, en hér Janis dettur og ekkert dæmt. Við fá villu þarna. Vandræðalegt dett, en ég veit ekki alveg hvað var í þessu. Klonaras fyrstur að taka þetta niður og plakkar boltanum beint ofan í körfuna. Ekki að beint á Hákon. Og fínn varnarleikur hjá Hákoni sem ver þennan bolta. Nokkuð ljóst hvað Ægir ætlaði að gera leið og hann sá Hákon 1-1 fyrir fram á sig. Tjotni þrefalda á hann kemur það boltanum í hornið á Tómas Orra Hjálmarsson sem setur þetta niður. Tómas Orri skrifaði undir nýjan 2 ára samning við ÍR á dögunum. Fagnar því hér með þessari þryggjastæðakörfu. Einhverjum knái hér Orri að komast á hringinn og villa dæmt á Tjotni Tjarsitse. Skrítið hvernig hann dettur hérna, en hann var alveg kontakt í þessu. Bjarni Guðmann kominn inn á Stjörnunni. Orri ekki í vandræðum með fyrra vítið. Hann hendar einhvern veginn í höndunum á Klonaras samt sem áður. Afturlíka hjá Íringum. Hákon alla leið út í hornið á Björgvin. Hann ekki að fara í þetta skot, heldur tapar síðan boltanum. Það maður sóknarvill á hann, þetta rétt. Hann ýtir olnboganum einhvern veginn undan sér. Þetta frábært ómur hjá Kristni að sjá þetta. Sjáðu því Janis. Kemst á flegi ferðina og í staðinn fyrir að fara bara körfuna þá ýtir hann. Þetta bara hárréttur dómur. Hugsar meira að setja olnbogann í átt að Falkó. Janis getur vissulega töðað yfir þessu en þetta hárréttur dómur. Kemst fulla ferð. Drönna Tjotni Björgvin. Á Klonaras. Sendir mjög tæp sending og Bjarni kemst inn í og Ægir stelur boltanum. Auðveld karfa á móti hjá Stjörnunni. Íringar meiga ekki við því að tapa svona boltum. Þetta fannst frábærlega að gera árás. Og villa dæmd á Janis Agravanis.
stundum tíma. Líður ekkert illa með að vera með Bjarna fyrir framan sig í þessari stöðu. Það er eitthvað gest hérna, mikill hiti heyri ég í stúkunni. Jannis er eitthvað farið að pirra íhengana í stúkunni. Sendi vitið. Fyrstu stig Jakob Falkó í leiknum. Þurfa svo sannarlega á því að halda að hann eigi leik á móti þessu sterka stjörnuliði íhengar. Stegamunur. Ægir af stað. Árásson Björgvin, vísir til Pálsson, þetta boltan ofan í. Þetta fá villuna á Björgvin. Nara sem fá boltan undir körfunni. Björgvin gerir árás. Fær villuna á Luka Gasic. Samt aftur Björgvin. Langt í sér þarna körfuna. Það er mikið af villum í hverjum leika og þetta verður dæmt í hvern annan skipti. Spurt að því. Emilí og Banic sem er komin inn á og er í bölvuðum vandræðum undir körfunni. Illa marka Emilí og Banic hér fyrstu leikunum sínu. Hilmar fiskar villu á Björgvin. Endalaust fram og tilbaka. Björgvin á Hilmar. Reyndar heldur hann nú einfaldlega í boltan. Þarna þetta ætti að vera uppkast. Ég skil Björgvin að vera fúlan með þetta. Kannski heila villa þarna og undan en ekki akkurat þegar þetta kemur. Uppkast. Mikill pirringur út í dómara hér í upphafi. Verst þegar dómarinn haldi ekki línu. Það pirrar leikmenn og þjálfara mest. Svo villan sem dæmt hann í undan sem var tiltölulega mjúk. Það bæði lið þurfa að komast út í þessu og halda áfram að spila bolta. Björgvin á fleygiferð. Björgvin er svo þetta er hans helsti styrkleiki þegar hann kemst í fintagírinn og enginn að stoppa boltan. Kemst hann ansi djúpt. Hilmarsson Ári býst til pláss til að taka þetta. Það er svo aftur. Luka Gasic með frábæra hreyfingu. Svo hann lappir hreinlega í gegnum Björgvin. Hjálmar á Björgvin. Hákon farin aftur með Pablo Bertone sér til varnar. Þetta er alltof þvingað hjá Hákoni. Luka, hann er enginn til að stoppa hann og sjálfsögðu fyrir alla leið. Þannig íhengar gjörsamlega týndir. Leyfa Luka Gasic að komast alla leið upp völlinn. Og Borsiljevski er búinn að fá sig fullsaddan af þessu. Tekur leikleg, sjáðu hérna, Luka grípur undir sinni körfu, kemst alla leið. Hvorki Klonaras né Jotny að fara í hann og enda á auðveldri körfu Luka Gasic. Það átti annar í einhvern veginn stíga miklu fyrr. Jafnvel bara rétt en hann komið við miðjulínu til að reyna að hægja á honum. Íhengar taka leikleg. Borsiljevski var vandalega hundfúll með þetta og síðustu sóknir. Stiga hæstur í liði IR með 8 stig. Hjá Stjörnunni eru Hilmar
Hilmar og Orri Gunnarsson með 6 stig hvor. Íslenska tvennan. Tilreiður að byrja aftur undir þetta leikhlé. Björgvin Hafþór. Það ekki svo skýtla með að hann tekja nú boltan upp. Sérstaklega hann að meiri ferð en þetta. Hákon G.A. reyna að stilla með kerfi alveg út á þekju, bara 9 sekundur eftir. Þetta Borsi sé ekki ánægður með þetta beint úr leikhlé. Stefán þá fulla ferð hinum megin. Hilmar á körfuna, ekki dæmt og sett, nær ekki að klára þetta. Það er ekki að skila þessu ofan í og þá Emilio. En Björgvin Hafþór sækir þetta sóknar frá kast. Skila boltanum aftur ofan í. Pablo. 4 stig. Luka lappar fram hjá Emilio en brotið á gólfinu. Mikið nokkuð til í því hjá honum. Það er ekki að klára sóknarfrákastið. Það er beint ofan í. Luka Gasic á vítalínu, góð vítaskytta. Luka búinn að vera virkilega góður á þessu tímabili. Serbinn. Setur seinna víti niður. 6 stiga munur á ný. Stjarnan að reyna að fá Íringa til að láta Björgvin taka boltanu. Leikstjórnandi klárar þetta vel og fær villu að auki. Frábært kerfi, vel framkvæmt hjá Íringum. Algjörlega á rótinringunni varnarlega Stjörnumenn og Luka Gasic þarf að koma þarna aðeins og seint í hjálpina. Stopp, ég veit ekki hvað nákvæmlega klukkunni eða hvað, Tjekka Falk og að koma inn í frákastabaráttuna. Stopp. Þannig að Stjarnan að vinna frákastabaráttuna. Það er að tapa 4 boltum. Mikið til 1,5 mínúta eftir af fyrsta leikhluta. Veit ekki hvað þeir eru að velta fyrir sér. Dómararnir núna með réttaraborðinu. Tjotne og Luka Gasic kemur hérna. Setur líkamann undan. Jæja, vítin koma hér, vítið. Tjotne setur þetta niður. 7 stig. Spila með Val og Haukum upprunnilega. Vel og munum í 5 stig. Hákon. Fyrir Falko en þessi sending er ekki nóg góð og Ægir kemst inn á milli. Hratt upp völlinn, Janis Agravanis. Klárar þetta hins vegar ekki. 20 sekundur
Partur af fyrsta leikluta. Siggu Björgvin er glæfraleg en hún nær stórar hendur. Diego Falco en þetta flotskot hjá Emilio. Gengur engan veginn. Emilio Björgvin og Luka Kasic kemst inn í þetta. Björgvin grípur hann aftur. Hákon í horninu. Sterk Jóhanni Rafn þarna. Mikilvægt sóknarfrákast til þess að halda þessu enn á lífi. Árás á Pablo fer í þryggjasta skotið og setur það niður. Diego Falco, þú mátt ekki gefa honum skrefið. Þú mátt bara ekki gefa honum neinn skrefa því annars hvort hann er komin fram hjá eða búinn að setja þryggjasta skotið í grímuna. Þú verður að velja þér baráttuna. Bara eins og að velja sem heiti Seriós og Cornflakes, sko, það er ómögulegt. Tvö víti sem Ægir fær. Árás á Rafn þegar sér hann fyrir fram að sig. Ekki með fótarhraðan að halda Ægir fyrir fram að sig. Ægir þó. Klikkar á fyrravítinu, Ægir er náttúrulega búinn að yfir 90% vítaskita á tímabilinu. Klikkar. Það var aldrei hægt að klikka úr seinna. 2,5 sekúnda eftir af fyrsta leikluta. Hákon í skot frá mið. Þessi er víðsfjari. Lýkur fyrsta leikluta. Staðan 25-27. Stjörnunni í vel. 28. Keflavík leiða Ármenningar í þegar 2 mínútur eru liðnar af öðrum leikluta. 36-30. Fyrsta leikluta leiða Þórsarar í Hlíðarenda á móti Val. Álftanesi er ÍA 6 stigum yfir á móti Álftanesi. Fyrsti leikur Just Games með Álfnesingum hingað til, en þetta er hafið hér í Skógarselinu. Falco á Björgvin, af hverju hikar hann og bara fara beint upp í þetta, en kannski vegna þess að hann er góður í nákvæmlega þessu. Sýndur hún svo ánægð með hversu auðveldlega komst þetta á ringinn þarna. Ægir. Skipta yngar á því, en Pablo Bertone mætir og skellir niður þryggjastega körfu. Pablo beinlínu staðnir væntingum stjörnumanna. Hún verður 17 þryggjastega skita á tímabilinu til þessa. Hákon núna kom sér á hringinn, fær villuna dæmda og Luka Kasic gerir ráð fyrir sem kemur hérna í hjálpavörnina. Fær högg. Fær 2 víti. Mikið dæmt, mikið að villum. Teljandi villu vandræði. Luka var að fá sína aðra villu hana. Setur fyrra vitið. Virkað munur niður í 2 stig. Setur þetta. 2 stig. Setur hann niður. Aðeins ofanlega innan. Íringar. Settur degi á Pablo. Mikið pláss á bakvið pressuna hjá Íringum. Setur þetta vel. Stjörnumenn. Næstum að stela boltanum. Björgvin þá inn í tegnum. Hákon í horninu, búinn að setja klikka á einu svona áður í leiknum og þessi fer ekki heldur ofan í. Stjarnan farið að fleima og Sandra Day! Þetta var rosaleg! Á öðru 100-inu kemur Sandra Day. Sjáum þetta aftur. Fær sendinguna þarna og Diego Falco, hann ætlar ekki að vera undir. Þannig að hann stekkur bara upp. Smá barningur þarna milli þeirra. Þetta var alvöru flugtak hjá Seth Leday.
Falco. Hann heldur áfram. Setruday fyrir framan hann. Setruday treystir hann ágætlega til að vera fyrir framan. Bakverði. Smá stund og Jannis kemst auðveldlega alla leið á hringinn. Vill fá víti að auki, fær ekki neitt. Stjarnan komin 8 stigum yfir. Tvöfalda strax á Ragnar. Þetta sjáum að varnarleik Stjörnunnar núna. Þeir hafa hvorki áhyggjur af Rafni né Björgvini í þryggjastillinni, þannig að það eru bara alltaf 2 varnarmenn Stjörnunnar inn í teig og hér Ægir að setja niður stökkskot. Það eru alltaf 2 varnarmenn Stjörnunnar bara tilbúnir í hjálp. Alveg sama hvað í gangi. Björgvin, hann á ekki að hika, fyrir beint í vítaskot, Seth tekur frákastið. Rafni, 10 stiga munur. Stjarnan á fleygiferð. Seth. Þetta er það sem Írningar vilja ekki. Það er að Stjarnan komist hún á ferðina. Þeir eru svo ofboðslega góðir í því. Nú er Stjarnan búin að missa svolítið stjórnina á hraðanum í leiknum. Eða Írningar þarf að segja Stjörnumenn búin að ná stjórninni algjörlega. Orri fær boltan aftur. Hilmar. Áras flottur varnarleikur hjá Klonaras. Ver þennan bolta. Jannis setur þetta niður og nú fær hann víti. Hann er búinn að biðja víti í hverja einustu sókn. Nú setur hann þetta niður og það er ekkert sem stöðvar blæðingu Stjörnunnar núna. Þeir skora og skora og skora. Jannis getur komið munurinn upp í 13 stig. Gerir það Jannis Agravanis. Hún aftur hann á. Annan lið núna hjá IR allt og lengi. Ótrúlega hreinlega að þurfa að spila bæði Rafni og Björgvin inn á sama tíma. Þeir eru bara báðir að taka sína mínútur en rosalega erfitt fyrir báðir það slakir skotmenn. Hér opnast fyrir Klonaras. Ef hann hikar þá verður þetta nú sjálf líklega ekki Jónin. Jú. Setur þetta niður. Stiga munur. Stefnir boltan. Bjarni Guðma. Gunnarsson sem að hikar ekki við að fara upp þryggjastilskotið. Hilmar tekur sóknarfrákast. Finna Orra undir körfunni. Fer af Tjotne. Stjarnan á boltan undir körfunni. Hilmar. Pablo á toppnum. Stjörnunnar hafa verið Pablo að gera ára og sætti sig við 2 stiga stökkskot sem gengur engan veginn og tekur Falco kemst á fulla ferð og labbar fram hjá Hilmari Smára sem að togar í hendina á honum og gefur honum víti að auki. Klaufi reynir bara að slá eftir þessu, bara brjóta almennilega í þessari stöðu. Auðvelda körfu. Pablo. Hilmar. Hilmar fær hann aftur nú til árás og Tjotne. Það er alveg ljóst á öllu fasi. Tjotne með frábæran varnarleik. Hleypir Hilmari hvorki lönd né strönd og endar á að verja boltan frá honum. Stjarnan kemst þetta hinn með hinn. Aftur komnum með boltan. Hilmar í spjaldi fær 2 víti og Írningar ósáttir við þennan dóm. Frábæra varnarleik þarna hjá Tjotne Tsarsitse, Georgíumanninum. Falco setja þetta fljótskot ekki niður.
Johnny setur bara hendurnar á hann, leggur af stað. Hilmar setur fyrra vítið niður. Stjarnan 15 sinnum með þessu víti á vítalínuna í leiknum. Framhjá Seth, gerir þetta virkilega vel. Af hverju sendir hann ekki boltan með báða kantana, sitt hvorum megin við sig galopna. Stjarnan hinum megin. Og Hilmar setur þetta niður en Hákon nú bara í boltanum held ég. Kristinn að vanda öruggur sín hvernig. Hann sendir ekki með klón Aras hinn á horninu, frábæra þriggjastaðskyttu, fáránleg ákvörðun. Hann fer aðeins í fingurna á honum þarna. Hákon. Með bara betri sjón en við hinn. Tólfstigamunur. Jacob Falko. Boltan og frábær hreyfing þarna á móti Hilmari Smára. Hann þarf að klára þetta. Gefa henni Stjörnunni tækifæri á að keyra í bakið á sér en þeir eru að tapa boltanum. Ekkert dæmt þarna og þá opnast fyrir Luka Gasic. Tómas Orri verður að brjóta á honum til að hægja aðeins á. Johnny bara verið stetta þarna á gólfinu, er ekkert á þetta. Luka getur ekki annað því að Luka hefur annars bara farið í tvær auðveldsstig. Sko, þetta er dýrt. Það er alveg heilar 5 mínútur eftir af þessum leikhluta. Gasic á vítalínunni. Fyrra vítin niður. Setja öll 3 vítin sín til þessa. Setja vítið hjá Luka Gasic. Setja hann niður og Írningar hafa með boltan. 14 stiga munur. Stjarnan til góða forystu í öðruleikuldanum. Írningar nýr að svara. Stjarnan bara almennilega fram á sér. Tómas Orri gerir árásin og klárar þetta vel. Tómas Orri búinn að vera frábær á þessu tímabili, sína gríðarlegar framfarir. Orri Gunnarsson allarlegur hringinn. Nú boltanum fýll varnarleikur hjá Tómas Orra. Narast á hinum megin. Ekki að klára þetta en Johnny með gott sóknarfrákast. Fer beint upp, fær villina, 2 víti. Þetta varnarfrákast með 2 menn hann í kringum hann. Jarsic á vítalínunni. Setur fyrra vitið, það leit út fyrir að vera á stutt. Hilmar sem hikar ekki og fekk beint upp en skotið gengur ekki hjá Hilmari Smára. Ekki verið að hitta vel í þessum leik. Hilmar Smári er með 2 af 8 í skotum. Frábæra sending á Jarsic sem að svær vítið að auki. Svær vítið. Þessa sendingu, þetta er algjört gúmmelaði. Hreyfing hjá Johnny.
skilur Bjarni eftir í rykinu, klárar þetta fækilega vel. Líka munur hérna í 7 stig. Svæðisverð líka núna að reyna eitthvað. Luka er með sending. Ægir, aftur á Luka sem fyrir hérna fram hjá Klónara. Svo treður þessu! Klónara skjössamlega skilinn eftir þarna. Beint upp í þriggjastaðskotið og setur hann niður og minnkar muninn niður í 6 stig. Mikilvægt áhlaup og svar frá ÍR hérna. Frábæri Norrinn er ekki að klára en Bjarni Guðmann. Sóknarfrákastöðu setur hann niður. Ekki plássa á svæðið út af körfunni hjá ÍR. Björgvin sækir sóknarfrákast, kemur hann aftur á Falkó sem setur hann onni. Boltinn virtist í smástund þarna, skoppar heila upp úr. Ægir í þriggjastaðskoti, þetta er allt of opið fyrir Ægir. Svarar þessu. Setur góða þriggjastaðskörfu niður. Til varnar og það gengur ekki hvar enda boltinn. Svo aftsotni og út af. Skiptingar. Þorleifur Safdey og Jannis Ravanis að koma inn á. Frábært gert Luka Kasins. Jannis. Aftur síðsmyrningar. Luka gerir árás og sækir þessi víti. Setur þarna hausinn á undan sér. Fiskar villina á Jakob Falkó. Alveg hvað hann er að gera þarna Luka Kasins. Taka þegar 2,5 mínútur eftir. Jakob Falkó stig eftir liðið ÍR með 13 stig. Terzic með 12. Já, Stjörnunni Terzic og Hilmar Smári með 10 stig hvor. Flug þarna á Sedley. Falkó sett í gírinn aðeins þarna seinni hluta í síðustu mínútur. Hreinlega óstöðvandi. Vítalínunni fyrir 2 vítaskotum. Stig. Setja öll 4 vítin sín til þessa. Setja niður 20. víti Stjörnunnar í öllum fyrri hálfleiknum. Stigið feilspor til þessa og heldur því áfram að setja all vítin sín onni. 11 stig. Falkó.
eftir Tómas Orri. Finnur Björgvin, okkur ekkert að skjóta þessu skoti. Falkó fær allt mikið pláss til þess að mynda skotið sitt og setur þetta niður. Frábærlega gert. Tekur Falkó í miklum gír. Tapaður bolti. Stjörnunar. Luka. Allt mikið á hælunum í skiptivörninni. Það er að koma miklu framar. Líklega ráð fyrir að Teko Falkó sé að fara að gera árás á hann, en það voru að vera viðbúin öllu hjá honum. 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Aðstæðanlega á hnénu þarna Clonaras. Það er alvarlegt. Falkó, hann er búinn að vera í gír. Ég er klár að segja ykkur að hann kemur reyndar að Tómas Orra sem verið svona eitthvað verið stjörnuminn eitthvað komast inn í þetta. Framsending og Hilmar Smári kemur með 10 stig. Rudolf Clonaras. Og fær hann aftur. Hilmar sér til varnar. Sér til varnar, 4 sekúndur eftir skotflug. Hann bara lappar á hringinn. Þvílík hreyfing. Það er rétt. Það er annars hugar og þá er Teko Falkó bara kominn á körfina. Sjáu þetta. Skiljum í hann skjössanlega eftir og Saturday þegar að koma þarna á öðru 100-inu inn í hjálpavörnina. Og það er ekki senda niður og fær 2 víti. Munur. Stefán fulla ferð eftir víti, það er ekki eitthvað sem ég er ekki að verða ánægður með. Mýrgum, sér rétt. Skal fá menn til þess að horfa á þetta aftur. Saturday. Hreyfingu, boltinn skoppar upp úr og Hilmar Smári tekur sóknarfrákastið og setur þetta niður. Þriðja sóknarfrákastið hans Hilmars í leiknum. Sóknarfrákast eru guldsíkildi fyrir Stjörnuna. Hákon. Sending á shot, nest. Yfir Luka, fínn varnarleikur hjá Luka. 40 sekúndur eftir fyrri hálfleik. Hendurina frá Seth. Seth fær hann bara á toppnum og fyrir tryggasta skotið og setur þetta niður. Seth Ledey. Næstu 50% tryggasta skot á tímabilinu en það er í 17 skotum. Þetta var full opið. Mínum mati. Falkó 8 sekundur skotklukku, 13 á leikklukku. Falkó gerir árás á Seth Ledey. Fínn varnarleikur, hann brýtur hann hins vegar á honum. Og setur hendur á hann. 8 sekundur eftir skotrétt, þannig að Teko Falkó er að fara á vítalínuna. Það fer allt of mikið á hælana þarna. Sem er allavega að setja hendina upp á mótunum. Eftir að fyrri hálfleik. Stjarnan fær alltaf boltann aftur. Setur lítið niður. Sendur Teko Falkó í öðru leikum þetta. Setur heldur betur í gírinn. Víti fyrir daginn og Ægir Þór núna. Flegi ferð væntanlega, 5 sekúndur. Giannis í þriggjastaðskotið. Setur hann niður. Þetta var algjört regnbogaskot. Hátt upp og beint niður. Clonaras gefur honum alltaf mikið pláss og Teko Falkó bandbrjálaður út í liðsfélaga sinn. Staðan í hálfleik
54-67, 13 stiga munur Stjörnunni í vil. Fara hér í stuttar auglýsingar og komum tilbaka með helstu tilþrifin úr fyrri hálfleiknum eftir augn. Leikurinn virkar algjörlega saman og enginn. Stjarnan náði að keyra upp hraðan með auðvelda körfur. Willebæk. Það var ekki fyrir hálfleik tekur Falskó, þá væri þessi leikur svo gott sem búinn. En stað hér og Stjarnan byrjar með boltann. Ægir Þór finnur þá Orra. Fyrsta kerfi nokkuð vel framkvæmt en Orri ekki alveg nógu opinn fyrir skotið og Íringar boltann. Falskó inn í miðjuna, hann haldi bara áfram uppteknum hætti, heldur betur. Fín hreyfing. Tómas í vandræðum. Sett nær að komast svona nálægt hringnum. Hörgur í þessari stöðu. Hann opnast fyrir eitt. Nei, Jannis les þetta frábærlega. Kemst á milli og grípur boltann. Hilmar Smári. Gæði skotið en hægir aðeins á þessu. Draugahindrun. Sett boltann með Klónara setur á þessi sending. Nær einhvern veginn að skila sér á mann á ótrúlega hátt. Það hefði bara verið ósanngjarnt ef að Orri hefði sett þessa niður. Klónara. Hákon. Högg frá Hilmari en þetta fyrir dæmt. Hann bara stoppaði leikinn og Bergur. Höggarnar sem við sjáum geta verið staflega á vond en það var engin fylg í svo það villa. Högg hefur hann fengið þarna þegar vond sem við sáum ekki alveg í sjónvarpinu. Við erum mögulega í Hermingabróðurinn við viðbröðin. Tjóðne, þetta er alls skakt. Hilmar Smári í þriggjastaðaskotið og hann setur þetta niður. Kemur upp í 16 stig. Ég þarf að svara fljótt. Þessi hreyfing setti Hilmar heldur betur á skauta. Tjóðne í þriggjastaðaskotið. Og Antorði verður hún í en Haralds nær að slá boltann í hönduna á Hákonni. Klónars boltann aftur í horninu. Það liggur hjá Stjörnunni. Fljótið að recovera. Finna menn. Tjóðne í bakinu á Sæðfélidey. Og fær villuna dæmda. Sjáuð þið þetta. Hilmar sem ekki einu sinni hans varnarmaður á skauta. Jannis, Agramannis. Opið skot en einhver ekki. Mega ekki fara að gefa upp því núna því að eitt högg frá Stjörnunni núna gæti farið með leikinn. Svo þessi fljótt að gerast í körfubolta. Oft sem leikir fara á þessum höggi í byrjun seinni hálfleiks en Falskó fær þarna galopið skot og setur að sjálfsögðu niður. Hreinlega á hvernig þetta varð til en með boltann fær hindrunina frá Seth. Hilmar sér körfuna og svarar hæl. Þetta gerir Hilmar frábærlega, les þetta, fer alla leið og stelur boltanum af Íringum og svo brotið á honum. Kemur í veiku hliðina. Sá að þessi sending var komin á póstinn. Stig boltanum, munurinn 16 stig. Orri á hringinn.
að henda boltanum vill fá villu og fiskar hreinlega tæknivillu fyrir vikið á Bergur ekki ánægður með þetta. Tæknivilla, engan húmor fyrir þessu, sjá hér Orri inn í miðjuna, Falkó. Orri hvass við Berg þarna sem að vill ekki hafa þetta dæmi tæknivillu leið. Vítalínunni klikkar á fyrra vitinu. Ekkert fyrra, bara tæknivillinu. Og er boltinn á nýjan leik á hliðarlínunni. Orri tekur boltann inn. Tjarnir slipar inn en finnur ekki sendingunni á hann og Hákon á Hilmar, gengur ekki vill það fyll rosalega lítið í þessu. Stefán þá í hraðanleik. Þetta er flottur varnarleikur hjá Íringum. Það er svarað þessum stoppum sem þeir eru að ná, þessi sending á Hákon. Hann stígur út af, setur hælinn á hliðarlínuna. Leikur í dag með 2 stig. Bæði af vítalínunni er 0-5 í skotum. Stóðsendingar. Hilmar. Frá Orra. Sett og kemur. Tómas í hjálpina. Brýtur á Seth Ledey. Niður í hendina á honum. Flexar aðeins hjá taðanum. Tómas finna aðeins til Tevatsins. Þrjárvillur og Tómas Orri líka. Hjá mér aftur. Frekar slaka innkomi í, eða bara ekki frekar, bara mjög slaka innkomi í fyrra áleik. Falkó. Skotinn! Okkar reynilega að segja hans í 1 síns liðs síðustu mínúturnar. Jani setur þetta niður og kveður þessu. Skelfilegu varnarleikur hjá ÍR þarna. Hlaupa aftur í sömu áttina. Og Jannis Akramanis. IKEA testar hringina í Skógarseli. Tekur Falkó, Shotner. Fara á til tvöfald á hann leið og opnast þá fyrir Klónaras. Sem byrjaði leikinn vel en hann týnast frekar mikið síðan þá. Falkó vilja fá villuna á Hilmar í barðinni. Emilíó, hann verður að setja niður og gerir það. Fyrsta karfa hans í leiknum. Fenginn inn í þetta lið. Helst vegna hæfileikans til að skjóta þykjastega skot. Verður að setja niður en þeir að gefa Hilmar í hinum megin opið skot. Þetta má ég ekki gera. Og Emilíó Banits yftir öxlum. Hann verður að spila vörnmaðurinn. Shotner. Og Emilíó. Þeir tvöfald á hann, ekkert dæmt. Orri nær boltanum, 3-2 Stjörnumenn, eða 4-2. Ægir Þór í þriggjastafaskotið. 18 stiga munur. Emilíó Banits gerir árás en frábær varnarleikur hjá Jannis Akramanis sem ver þennan bolta. Sjáum þetta aftur hérna hinum megin. Við veit ekki hvernig þetta fara út í þetta Emilíó Klónaras og í staðinn fer enginn út í Hilmar og þá bóka þriggjastafa körfu Emilíó
körfinni og fær villuna dæmda núna á Pablo Bertone. Pablo Naras Emilio inn í hringinn og Rapp undir körfinni og hann fer upp og setur 2 stig og fær víti að auki. Rosa mjúkur varnarleikur hjá Yannis Agramannis sem Agramannis letilegur varnarleikur þarna á móti Rafni. Fyrir það. Það eitt víti. Setur hann niður. Það munir hérna aðeins niður. Ég svona búinn að þessi villu 15 stiga munur. Ég svona ná alvöru áhlaupi hérna. Á minnti munurinn. Léttilega 5 sekúndur á skotklukku og Hilmar setur þetta niður! Þvílíkur töffarskapur! Var ekkert að gerast í þessari sókn. Vildi fá 1 víti að auki. Ekki neitt þarna. Tekur Falco. Út í hornið á Klónara sem þarf að fara að hitta aftur. Gerir það ekki núna. Klónara sem með öll 10 stig sín bara í fyrsta leik í dag. Reynda mjög illa eftir það. Ekki með eina 3 stiga körfu í leiknum. Miður eins frábær skytta og frábær leikmann er og hann pínu on-off stundum. Já, hérna hinum megin á einu augabragði er Yannis komin í 3 stiga skotin. Tekur hann í aftur í Gírikamp bæði Rapp og Björgvin inn á. Þetta var baráttu frá þeim en einfalt af Stjörnunni að spila vörlinn ekki þarna. Þeim tekst ekkert að skilja samt. Tekur Falco eftir. Afturmuninn er í 18 stig, nei, 15 stig. Yannis. Svo Rapp. Fær villuna. Strax 1 á 1 á Rapp. Hann er inn á. Fær baráttu án frá honum en hann er ekki beint með fótarhraðan í að halda í við þessa menn í efstu deild. Yannis setur fyrra vítið niður. Setna vítið Yannis niður. Bæði lið úr vítunum sínum. Yannis kom 4 til þessa. Það er hálfmynd eftir að friðarlunda. Björgvin gerir árás. Setur það niður. Sveitjans til varnar Bjarni Guðmann. Björgvin of nálægt körfinni. Það má ekki. Svo setur gefa honum pláss til að skjóta. Bjarni er tvöfalt á hann strax. Það kom honum úr jafnvægi í Lúka. Oj. Þessi var ljótur maður. Upp í loftið í glerið ofan í. 18 stiga munur. Björgvin í horninu, hikar ekki núna og setur það niður á sjálfsögðu. Björgvin getur þetta vel. Það er ekki ofhugsa hlutina. Ægir. Rapp setur varnar, vill fá hundrunna frá Lúka. Aftur. Lúka rappar fram hjá Björgvinni. Hann dundrar boltanum hreinlega í glerið. Halda boltanum áfram. Og Lúka þá gerir árás og setur þetta niður. Mínúta eftir af þessum leikluta Emilio Banins. Slikar á þessu en Rapp tekur sóknarfrákastið og fer upp og snertinguna fær 2 víti.
skot. Bjarni Guðmann verður að gera þarna. Slær í hendina á honum til að koma í veg fyrir að hann setji 2 auðveld stig niður og lætur hann hafa verið þeim á vítalínunni og það er frábær ákvörðun því hann klikkar úr fyrir vítinu. Og því seinna líka. Og Luka Gasic kemst alla leið á hringinn hinum megin án þess að nokkur stoppa hann. Fær 2 víti. Með 15 stig af bekknum, byrjaði á bekknum í dag eftir að Hilmar Smári kom aftur í byrjunarliðið og oft gott að menn með svona orku á bekknum og skilar gríðarlega miklu til liðsins í dag. 15 stig eða heila þessa og heldur því, nei, nú klikkar hann. 8. víti hans í leiknum. Stiga munur. Björgvin munur þá Rapp undir körfunni. Klárt að Bjarni Guðmann mæti þarna hljóðlega á honum. Kemur þó í veg fyrir þetta körfu og sendir Rapp aftur á vítalínu þar sem hann er nýbúinn að klúðra 2 vítum. Svektur með þess að meitra því að Rapp kláraði þetta ekki. 3 villur. Setur vítið núna niður með 4 villur hann Rapp á 7 mínútum spiluðum. Það er ansi góður árangur hér. Stórmfólk, nei, endar í höndunum á Ægi. 42 sekúndur eftir á 3. leikluta. Luka labbar framhjá Rafni og treður yfir Björgvin. Þetta line-up hjá ÍR bara gengur ekki upp. Það er eftir að reyna að snúa þessum leik. Því miður, ég veit að aðrir hafa ekki verið að spila sérstaklega vel en Emilio Banic, Rapp og Björgvin. Markið þetta svona lítinn á að varnarleik. Björgvin svona ekki einn af þeim en það er aðeins erfitt skot. Það er allt erfitt sem ÍR gerir þessu stundina. Pablo brotið á honum þegar 4,7 sekundur eftir og Björgvin. Þetta er algjör óþarfi. Þeir eru komin í skotrétt þannig að Pablo fær að fara vítalínuna. Þetta og Björgvin ættir hann að bara stálheppinn að fá ekki víti líka. Dæmt á sig Björgvin. Pablo getur komið sér upp í 20 stig. Gerir þetta. Setur seinna. Lítið hlutverk í þessu stjörnulið eftir að Hilmar kom inn. 12 mínútur til þess að vera fín orka í honum. Mikilvægt framlag hér, Falko fulla ferð. Rapp verður að klára þetta, gerir það. Guðmann reynir að fiska þarna ruðning. Ekkert. Fyrir ÍR að sjá boltan þarna. Honni í kurvinu snemma. Enda þennan leikluta. Fyrir lokaða leiklutan 79-98 Stjörnunni í vil. Allt gert og sveiflast nokkuð en Stjarnan algjörlega Smári stigastur með 26 stig. Hún var virkilega góður í fyrsta leik sinum í byrjunarliði Stjörnunnar. Sakramannis með 14 stig og Luka Gasic með 18 á bekknum. Það ráði rosalega lítið við hann Íringar. Hefja 4. leiklutan. Íringar þurfa að finna áhlaupið snemma. Ná einhverju höggi á Stjörnuna. Búið til eitthvað panik fyrir lokinn. Klónar að skrifa boltan undir körfunni. Þeir eru fljótir að tvöfalda á þessu sendingar erfið en Emilio heldur boltanum og Rapp hikar aðeins. Setur hann nú niður. Og
Pablo Bertone setja þriggjastaða körfu. Bröðmólar heldur betur sem koma frá honum. Á bekknum, þessi setting. Tæp en Clonaras bara ekkert búinn að hitta síðan í byrjun leiks. Sjáið þið þetta! Pablo Bertone, aftalið! Hann verður að klára þetta! Hann kloppar Clonaras undir sinni eigin körfu. Fer svo fleygiferð, fær villuna, sjáu þetta, ég hakka þetta hér. Lappar svo fram á Falcó sem brýtur á honum, en það klárt ekki svona til að fullkomna almennilega tilþrifin. Stig. Setur seinna. 13 stig á bekknum. Á bekknum í dag. Björgvin mjög nálægt til að tapa boltanum þarna. Falcó getur gert árás. Missir bara boltan út af, ekkert dæmt. Mikið vonleysi yfir þessu hjá ÍR þessa stundina og ekki mikið blik í augum þeirra að þeir geti snúið þessu við. Settlitey á þriggjastaðalínunni, hann setur þetta niður og þetta er rýtingur. Bosse biður leikhlé en hún er allt of lengi að því. Björgvin gerir þá árás, sterkur, klárar þetta vel, við erum komið með 11 stig í dag. Upp eftir að lenda í meiðslunum upp á sigurstið og bara gert það vel. Svo Rapp gerir það, Rapp bara fína varnarleik. Ekki farið að leika þvinga of mikið núna mismunnstunum, en í fórstu tekur Falcó alla leið á ríkinn. Frábærlega gert. Það er bara að lýsa eftir liðsfélögum hans. Það er einn á báti, hreinlega. Það vera sóknarlega í öðrum og þriðalengda og nú áfram. Og Orri Gunnarsson setur þetta. Stjarnan getur bara skorað að vild. Bara algjörlega eins og þeim listir. Geta þær sett boltan í körfuna. Bosse fær ekki að taka leikhlé, var hún lengi. Hann er nú sem búinn að biðja það í sóknuna undan. Kristinn viðurkennir að það sé rétt, hann tekur það hér. Stig. Spenna í öllum leikjum kvöldsins, hreinlega nema okkar. Staðan núna í Keflavík eru Ármeyringar að vinna með 7 stigum. Þegar 7 mínútur eru eftir. Valsheimilinu eru Valsarar 6 stigum yfir móti Þór. Álftanesi er Álftanes, já það er jafnt þar þegar fjórleikluti er að klárast. Þriðleikluti afsakið er að klárast, 65-65. Til leikhlið. Sér til varnar, þarf áhlaupið að fara að koma hjá ÍR. Þessi einhvern möguleika á að snúa sig við. Hákon upp í þriggjastaðaskotið, hann hefur ekkert hitt í þessu leik og það er ekki að fara að byrja á því núna greinilega. Pablo, það er 2 víti. Stjarnan skora bara eða fær víti í hvernig sókn.
Bergur hann svo Seth Dara á rítarvoninu, nei þar aðstæða Pablo Bertone vikið sig frá því að þetta sé bara einn af hans betri leikjum á tímabilinu. Pablo Bertone 15 stig fá boltan þar á seinna vitinu illa dæmt á Stjörnuna. Björgvin gýrin og af stað Tjotne sem gerir árás hikar hann aðeins. Ég var að tala um að væri hættur að vera mjúkur í fyrri hálfleik, svo bara ákveðinn að verða mjúkur aftur. Björgvin Hafþór, hann ekkert í vandræðum með að setja niður sem við oft sagt ef hann hugsar bara ekkert það. Hendir skotinu vel hitt. Saturday hins vegar hikar ekki hinum meginn, tekur skotið gengur ekki. Tjotne sér til varnar, bakkar hann aðeins niður, eru fljóttir að koma inn í hjálpina. Tjotne er með erfiða setningu út. Það er að komast á milli en ég halda boltanum. Hákon varnarleikur Orra, nú setur Hákon þetta niður og skjáttast ekki þetta fyrsta karvan í Hákoni, jú fyrsta karvan í 8 skotinu hans 4 stig, 62 stíðin komið á vítalínunni. Luka Bindingst til skotið og boltinn Bindingst að það hérna að skoppa ofan í aftur. Tjeko Falko opinn í þryggjasta skotinu og til spurt af því Tjeko Falko komið 35 stig ennþá 6 mínútur eftir af þessum leik. Smunin hérna undir 20 stig. Skora 109 stig með 6 mínútur eftir að leiknum. Það er mest það sem liðið hefur skorað á tímabilinu. Skoti 137 stigum í gegn Álftanes rétt fyrir jól. Hæsta á Björgvin, hikar þá fer hann oftast ekki ofan í hjá honum. Orra, hann ekki að halda boltanum. Konaras, næja, mikilvægt. 12. stig, hann kom með 10 stig, bara sín fyrsta leikluta. Loksins hittir hann á ný. 14 stig, þetta er fljótt að breytast. Saturday gerir árás á Tjotne og fær vinduna. Leit út fyrir að Seth væri að klikka á þessu. Á vítalínunni. Fljótir inn í þarna Íringar. Konaras full æstur.
setur þetta niður. Stíg 8 fráköst. Ægir Þór. Stíg 13 stóðsendingar í þessum leik. Ótrúlegur. Frá Falkó. Björgvin grípur hann undir körfinni, setur þetta niður og samlar niður stigum í nýjeringarnir. Hæsti stóðsendingafjöldi í vetur hjá leikmanni er 15 sem að það var einmitt Ægir Þór móti Ía. Hilmar fær galopið skot, heila opið hreinlega. Leikur upp í smá kaos en munurinn er svo fljótur að verða engu. Hákon undir körfinni, þetta er orðið bara 12 stig. Það væri aldrei að þetta er einhver alveg spennuleikur. Hilmar Smári gerir árás á Hákon. Fiskar sig á Hákon. Sem er með jafnir. Pirraður í öll hinskiptin. Sjá þetta aftur. Sé að fara í skotið, það er ekki alveg sammála það. Snýr sig við, Hákon slær í þetta með þetta rétt. Ég myndi halda að væri á leiðin upp í skottreyfingu. Og þá 2 víti. Men hann sé ekki byrjaður í skottreyfingu, þannig að ég er ekki eiga bara meginstjarnan á boltan undir körfinni. Orri, skotinn er rennut, hann ætlar að klára þetta sjálfur, frábær varnarleikur á Jotne. Ég getur hann að minnka mun niður í allavega 10 stig. Hákon getur minkað þessi 9. Skottar hins vegar af hringnum. Ægir 3 mínútur og 40 sekúndur. Þessi sending á Söllu Þeinsson treður. Ægir Þór, sjáið þessa sendingu. Íringar og ekkert til að stoppa þetta. Falkó 20 sekúndur, Falkó sóknarfrákastið. Hansi 3 í þessum leik. Falkó, nú gerir það árás á hringinn þetta boltinn í höndunum á Stjörnumönnum. 3 mínútur eftir. Jannis gerir árás. Ægir Þór. Sko fer þá alla leið á hringinn. Hilmar gerir sitt besta að brjóta á honum. Veit alveg að það er það besta í stöðunni. Stiga munur. Það er því ótrúlega sér bara á Jacob Falkó. Hann á ekki mikið eftir á bensintangnum. Þetta búinn að halda á þessu liði hreinlega síðan í öðru leikluta. Hilmar Smári með Jotne sér til varnar. Hilmar er verið að skoða þetta, sjá það allir og boltinn skopar upp úr. Hvar endar hann? Það er Björgvin sem að tekur frákastið. Jacob Falkó. Hákon í horninu. Jacob Falkó galopinn og hann klikkar á þessu. Þreyttar fætur. 1 mínúta, 50 sekúndur eftir af þessum leik. 12 stiga munur. Íringar eiga það, þeir hafa ekki gefist upp. Það var mjög súr staða fyrir þá. Björgvin, flegiferð. Hákon hótar skotinu. Árás á Ægi. Annar fáið möguleikann þessi Jotne allt og lengi að taka sendingun út í hornið og dæmt á Hilmar. Jotne var mikið þarna upp með olnbogann. Hefði alveg verið hægt að dæma sóknarvillið. Við sjáum þetta aftur hérna. Sjáum hérna hvernig setur boltann í hendina, í hökuna á Hilmari. Ekkert dæmt. 1,5 mínútu eftir af þessum leik.
Síðasti möguleiki í Ýringa að gera þetta að einhverjum alvöru leik. Öllum vígstöðum. 3 mínútur eftir að Keflavík þar sem Ármenningar eru 7 stigum yfir. Siggi Þór, það hnífjafnt og það 40 sekúndur eftir. Einu stigi yfir á móti Álftanesi. Haralds að taka sóknarfrákastið. Þessi sending hjá Falkó erfið. Hann algjörlega fengsilegur. Hann bjargar þessu beint í hendurna á Björgvin og hann nýtti ekki! Hann klinkið henni í 8 stig. Stjörnumenn. Gjörsamlega hægt hérna bara þegar við komin um 20 stigum yfir. Sminka þetta munni niður í 8 stig. Á vítalínu Jotne Djersitse. Setur hann niður 8 stiga munur, það hreinlega ótrúlegt. Séum allt í einu komið þangað. Ægir. Já, Björgvin. Ægir aðeins á, klukkan vinnur með Ýringum. Þessi voru óþálega lítið munur á þeirra mati. Ægir kemst á hringinn. Boltinn ekki ofan í og Ýringar komnir í hraðaupplaup. Tekur Falkó, þetta 6 stiga munur með 54 sekúndur eftir. Hvað að gerast hér í Skógarselinu? Erum við að verða vitni af einhverju ævintýri í Breiðholtinu? Jannis lætur klukkuna vinna. Gera árás á Hákon. Villa þarna. Næsta villa skotréttur. Leikhlé sem að Stjarnan tekur. Sex stiga munur. Munurinn að mestur orðið 25 stig Stjörnunni í vel. Þetta virðist vera algjörlega búið hér í fjórða leikluta. Þetta einhvern veginn að falla. Núna en eftir af þess ennþá tíminn vinnur enn með Stjörnunni en þetta orðið ótrúlegt áhlaup samt sem að Ýringar ekki leitt á nokkru tímapunkti í þessum leik. Ótrúlega tölfræði í dag, með 39 stig, 5 fráköst, 7 stóðsendingar. Smári stigasti með 26 stig, Ægir Þór með ótrúlega tölfræði línu í dag, 8 stig og 14 stóðsendingar. Vítið niður. Hvert stig mikilvægt aftur núna. Setur niður og munurinn orðinn 8 stig. Tekur Falkó. Vitið það hana dæmir hann nú á endanum. Dæmir hann á vellinu. Skotrétt. Bakið á honum. Nei, þeir eru ekki komin með skotrétt. Næsti vantalega skotréttur. Falkó. Þannig að þessi sending mjög tæp og Jotne nær að koma honum upp. Ekki stæm, aftur. Við förum nú á hann í. Aftur 6 stig. Orri, mjög áttið að tappa boltanum. Gera það hér en Ægir heldur honum á endanum og Klón Arnar sprítur á honum 17 sekúndur eftir.
heppnir hreinlega Stjörnumenn að ná að halda boltanum inn á. Fyrir tveimur vítum. Skrýmsangelt að það var tölu í stigaskori með 8 stig núna á vítalínunni. Fyrir að vítinu. Þórðarsannar framlengdur. Setur seinna vítið. Ævintýralegt skot í spjaldið og hann virtist vera á leiðinni ofan í. Þetta er búið, Selfleti, þau brjóta á honum og hann er að fara á vítalínuna. Betri en gá hér í einhverjum smá tækifæri og Jíringar stórt hrós skilið fyrir að hafa aldrei gefist upp allt til loka. Broti fylkingar og gefa hann líka Björgvin Hafþór, hann er andlit þess að gefast aldrei upp. 16 stig í þessum leik, 9 frákast og 8 stoðsendingar. Nálgast þrefalda tvennu. Sigurður Markús stig eftir liði Jíringa með 39 stig. Stóðsendingar, Björgvin Hafþór með 16 stig, 9 frákast og 8 stóðsendingar. Stjörnulið Hilmar Smári Henningsson stigastur með 26 stig. Selfleti 22 stig, 10 stóðsendingar. 30 sekúndur eftir í Keflavík þar sem að Ármenningar eru 8 stigum yfir. Allt útlitt fyrir annan óvæntan sigur hjá nýliðunum í röð. Álftannes eru einu stigi yfir með 3 mínúta mest eftir að þeim leik. Framlengingur eru Velsand 5 stigum yfir með Þór Þórðarsson. Jíringar ætla að búa hérna til síðasta möguleikann á endurkomu Tjarni Terzice. Skorri í þryggjastafskot, erfitt þryggjastafskot og þar með þessu lokið. Þeir ná ekki að brjóta á honum. Stjarnan vinnur 7. leik sinn í röð í bónusdeildinni með þessum sigri hér. 109-118 sigur Stjörnunnar. Stórskemmtilegum leik þar sem að Stjarnan var með yfirhöndina allan tíman. Jíringar náðu bara alvöru endurkomu inn í lokin en náðu ekki að fullkomna hana. Frábær leikur að baki og þakka tækniliði sín sport fyrir í kvöld. Ég, Ólafur Þór Jónsson, þakka fyrir mig. Sjáumst síðan.